Herri, í þessum myndi að það ætlum að sýna hvernig við getum látið hluti hverfa eða birtast að hljóðspilast á ákveðnum tilteknum tímapunkti. Þannig að í þessum leik, umhverfi, þá viljum við þegar við löpum áfram og þá viljum við slökkna ljósum þarna í horninu og eitthvað hljóð heyrist líka. Þannig að við þurfum fyrst að ákveða hvar á ljósið slökkna og við ætlum bara að hafa það einhvers staðar í miðjunni. Þannig að til þess þurfum við að búa til það sem kallast trigger. Og triggerin bara þannig að hann einhvers staðar lengst, hvort varstu? Draga hann hingað, hann einhvers staðar. Látum við þetta heita trigger. Og við skulum hafa hann nógu stóran þannig að við löpum alveg pottþétt á hann. Og maður líka alltaf að prófa bara að íta og play og sjá hvort maður rekast ekki alveg örugglega á hann. En við viljum taka hann trigger og við viljum hafa hann ósýnilegan. Þá hökum við við mesh renderer og þá sjá að hlutunum hverfur. En það sem box colliderinn ennþá í gangi, þá þýðir það að ef ég labba á hann, þá kemst ég ekki í gegn. En þannig að það sem við viljum gerast að við viljum geta labba í gegnum hennar kassa og þá setjum við hennar trigger í gang. Og til þess að gera það, þá erum við með triggernavalinn, það að segja kassan, og lítill flipi sem heitir is trigger. Og við smellum á hann og þegar hlutur með þennan is trigger valinn, þá hægt að labba í gegnum hann. Núna þurfum við bara að setja eitthvað forrit á triggerin okkar sem lætur hlut hverfa. Og við erum með forrit sem heitir hlutur hverfa og við bara drögum það yfir á triggerin okkar og með triggerin valinn þá sjáum við þetta forrit hlutur hverfa. Og getum við ákveðið hversu margir hlutir hverfa. Við ætlum bara að láta einn hlut hverfa núna og við ætlum að taka ljósið sem í horninu, láta það hverfa. Þá bara dreg ég þetta ljósina, point light, hingað yfir og hérna kveikjuleiknum og labba áfram, þá slökknar á þessi ljós hérna. Eins ef maður vill að hlutur birtist, þá þarf að vera slökkt á hlutnum og ef ég er með, til dæmis segjum bara eitthvað kubb hérna, við erum með eitthvað kubb hérna fyrir framan okkur og við viljum að þessi kubbur birtist, þá myndi ég nota forritið hlutir birtast, draga það á okkar trigger og það þá þetta forrit hlutir birtast, ég vil að einn hlutur birtist og þá tek ég hennar kubb sem ég var að búa til og dreg hann yfir. Nema það að ef við viljum að kubburinn birtist sem vorum að setja inn, þá þarf að vera slökkt á hann til að byrja með. Þannig að þegar við löpum í gegnum trigger núna, þá slökknar ljósinu og það birtist leikur kubburinn. Eitt viðbót, látum ykkur hljóð heyrast. Þá forrit sem heitir spila hljóð og við ætlum að setja það hljóð spilast já. Hljóð spilast, setjum það á okkar trigger og þá getur maður sagt hversu mörg hljóð þegar spilast, eitt hljóð spilist og setjum maður bara hvaða audioklipp og ég hef búin að sækja eitthvað á Asset Store en ég hugsa að nú myndi ekki virka af því ef ég íti play og labba áfram og þá kemur neðst niðri með rauðum stöfum there is no audio source attached to the trigger. Því bara það að það var hlutur á að gefa frá sér eitthvað hljóð að þá verður hann að vera með audio source. Þannig að við þurfum að láta triggerinn vera audio source og við höfum hann valinn. Þá er þetta að fara inn í add component, audio og audio source. Því bara það að hluturinn getur núna að gefa frá sér hljóð. Þannig löpum við á hann. Og það fer sér alltaf í gang þegar labbar triggerinn.